En við ætlum að, eins og fram hefur komið, að ljúka þessari ráðstefnu á pallborðsumræðum getum við sagt, svona það sem að getum fáum fyrirbörnir á sal og þess að langar með að biðja frummælendurna þá sem að eru hér enn allavega að koma hér og tilla sér hjá honum Jóhannesi og ég veit að ráðherra Þorgerður Katrín, hún þurfti að fara en bað fyrir góða kveðjur, hún var með okkur svona fram eftir ráðstefnunni en þurfti svo að mæta annar staðar en ég ætla rétt að fara yfir svona það sem fram hefur komið á meðan að þau fá sér sæti aðeins að stikla á stóru með punta úr þessum erindum sem að voru hérna flutt. Þorgerður Katrín, hún talaði fyrst og talaði tækifæri meðal annars í ríflegandi framleiðslu kolefnisjöfnun og skógrækt og fleiru. Hún til að endurskoða afurðastöðvar og sagði að það væri sambandsleysi milli bænda og afurðastöðva. Hún talaði að ráðuneyti sjávarútvegs og landbúnaðar yrðu hugsanlega í framtíðinni matvælaráðuneyti og hún kvartaði því að svindlað væri á neytendum með því að selja neytendum innfluttar afurðir, landbúnaðarafurðir í íslenskum umbúðum. Haraldur Benediktsson, hann talaði aukna framleiðni í landbúnaði, sagði útgjöld ríkisins hefðu minnkað á síðustu árum sem hlutfall af landsframleiðslu. Hann talaði að það var mikil tækifæri í meðal annars tengt umhverfismálum og það þyrfti að losa höfta milli búgreina þannig að menn væru svona sveigjanlegri að fara þar á milli að stunda fleiri en eina búgrein. Talaði líka að þetta efla byggðastofnun til þróunar í landbúnaði, nefndi beint frá bíli, raforkuflutninga, repjurækt og síðast en ekki síst að talaði að það þyrfti að breyta skattalögum þannig að skattlagning á kynslóðaskipti hún yrði með þeim hætti að það verið að skattleggja á sama hátt og sérregna sparnað væri að ræða. Sindri Sigurgeirsson, hann talaði fjölbreytni í landbúnaði, talaði að lögbýli var 6.700, 4.200 jarðir var í ábúrð, hann talaði 9.000 störf tengd landbúnaði. Hann talaði að hér væru ótæmanlegar auðlindir í formi vatns og landsgæða, talaði góðan árangur í að auka framleiðni og lagði áherslu á þróun, nýsköpun og menntun og nefndi sérstaklega landbúnaðarháskólana 2 í því sambandi. Sigríður Ólafsdóttir, hún talaði sauðfjárrækt sérstaklega, talaði að vandamálin væru slæm staðan á þeirra eldri og yngri bænda, hún sagði að það væri of mikið af mat og hann metinn og lítils. Hún talaði vöruþróun, að henni hefði verið ábótavant lengi en það staði til bóta. Talaði undirboð markaði sem var ekki að finna góða og lagði áherslu á að þeir reynda markaðsetja lambaknús sem er skemmtileg hugmynd og hún talaði að það ætti að vera hægt að lifa af sauðfjárrækt en yndisarðurinn hann hefði segja ánægjan af starfinu, borgaði ekki reikninga en ylli miklu að margar sveitir væri byggð. Þórhildur frá Bíóból, hún talaði listi raun og veru þeirri þjónustu sem að í boði í vörusmiðju Bíóból og tilgangur með henni var að auka nýsköpun og framleiðslu á svæðinu og auka verðmæti í sjávarútvegi og landbúnaði. Þröstur skógræktarstjóri Eysteinsson, hann fór yfir sögu nytjaskógræktar, talaði að sum svæði hefðu verið talið nánast ónýtt til skógræktar en breytt veðurfar hefði meðal annars valdið því að nú segjum menn að það verið hægt að rækta tré hvar sem á landinu og skóga, hann fór yfir ferlið við það gerast skógarbóndi, talaði 80% skógarbænda væru í raun og veru bændur eða byggju á jörðunum og þetta væri orðið stór búgrein. Stefania úr ferðaþjónustu bóndi og alls konar bóndi heyrðist mér, hún fór yfir búskapinn á Brúnastöðum í Fljótum, þróunina og hvernig ferðaþjónustan uppbyggð hjá þeim hennar fjölskyldu. Hún talaði að nálægðin við búskapinn væri vinsæl hjá ferðamönnum, náttúran hefði aðdráttarafl en gestristnin skipti
Hvað mestu hún talaði, fjármagnskostnaðurinn væri mikill og að koma upp ferðaþjónustu þessu tagi væri lágklaup en hérna og talaði líka tækifæri í matvælaframleiðslu en þar væri reglugerðafargan dragbítur. Eggert hérna orkubóndi á Snæfellsnesinu, hann fór yfir smávirkjanir á Snæfellsnesi og talaði Múlavirkjun sérstaklega, rekstur hennar og hugmyndafræðina þar á bakvið. Það talaði að markmiðið væri að framleiða rafmagn í sátt við lífríkið og talaði að mikil áhersla væri lögð á hérna svona vöktun lífríkisins. Og að lokum var það Jóhannes tölvuleikjabóndi Kollafossi sem að lýsti bara sinni sögu þegar hann flutti á internetið og hófa hanna tölvuleiki, fór yfir hérna og talaði Game Jam sem að greinilega allir hérna inni kveiktu á hvað og fór yfir svona skemmtilegan hátt yfir sína sögu og sína stöðu í þessari búgrein. En þetta var svona það sem að bara, já, ég tekka fram að þetta var ekki vísindaleg úttekt á því sem hér hefur komið fram. Þetta er svona aðeins punktar svona til að menn svona ná að rifja upp og vonandi kveikja einhverjar spurningar. En hérna eru frumælendurnir og þarna eru þið, þannig að ég vil endilega bara fá einhverjar spurningar og sal og skapa umræðu svona næstu 3 korterinn. Þurfum að nota streyminu, sko? Já, við þurfum að nota mikrofón meðal annars út af því að maður ekki hvort það kom fram en það hefur verið að streyma þessu út allan heim og hérna milljónir áhorfenda að þessu fundi allavega einhverjir, en hérna þannig að endilega gefið Birni merki ef þið viljið fá mikrofóninn og það er svona einlega skilyrði þess að fá að opna munnin, það er að mikrofónin sé komin í hendurnar á okkur. Þannig að já, þið bara að hugsa kaffið á eftir eða hérna hver vil ríða vaðið? Kannski ég bara þá já, annars hefði ég bara að fara að tala, hún var snögg frábært. Gjarnan kynni ykkur svona því að aðeins af því að var talað að veri, ég held að við Sindri sem talaði að veri nóg af vatni en það er hérna svo auðlind er einlega orðið þurr hérna á sviðinu ef einhver væri til í að hérna vökva það sem hér eru. Herðu, takk fyrir þetta. Mikrofónin virkar ekki, viltu koma í pontu eða viltu svara þessu sæti, Haraldur? Ég ekki bara taka þetta strax sem aðrir að hugsa um. Takk fyrir þetta. Það er hugmyndafræðin bak við þetta er að þú selur bújörn og þú lendir í skattu eftir það er söluhagnaður á eigninni. Þetta er oftast eini sparnaður tilflóðina sem hægt að byggja upp á jörðinni og hugmyndafræðin er bara þess að við getum tekið á okkur séregna sparnaður og það er séregna sparnaður reikning og við getum þá tekið verslina af því gegnum fyrirtækjum og kikka sem að þetta er í alls skýður upp á og svo hefur það líka þá meiri möguleika á að fráhanna yfirlýstum en að lána og stærri hluta í jörðinni með það skuldabréf með þetta. Það er, ég ætla ekki að segja því vandamál að greiða skatta en það er fyrir fólk sem er að stíga upp á eftir 40-50 ára búskap af jörðum. Áhendur er ekki þannig að höndum en þetta sem sparnar. Oft þóttir hægt að skila stórum búrkum til skattur hans
og sem að þá aftur fyrir áhrif á líka verð sem að rána á ykkur í verðina og þannig að þetta í samsveit ákveðlega einföld nálgun. Ég byggist ákveðlega með landbúnaðarfond í Danmörku og Noregi og þessi nálgun núna að verða raunveruleika í Danmörku og hefur í svona tíma hlutverkum verið í Noregi og hefur þetta fyrst á skipti í náttúrulega. Já, takk fyrir þetta, Haraldur. Fleiri spurningar, gjarnan? Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn. Valgerður Kristjánsdóttir heiti ég. Ég ætlaði nú að spyrja Þorgerði en þetta náttúrulega, hún farin og engin veit hvort hún verður áfram landbúnaðarráðherra. En þar sem að forysta bænda hér kominn í dag sem betur fer, að þá spyr ég bara hvernig eiga sauðfjárbændur að borga ábyrgðin sinn í haust og rúlluplastið. Með þessari lækkun, 35% lækkun, á þetta að renda alfarið á sauðfjárbændum eða ætlar forysta bænda að gera eitthvað til þess að þeir lifi áfram, því að auðvitað er gott að planta trjám og gera ýmislegt en þetta bara vandi sem akkurat núna. Nú ég mjög bara held að þetta sé rétt líka sem Haraldur sagði áðan að koma landbúnaðarþróunarsjóði og umhirðu jarða sem í eigu ríkisins undir Byggðastofnun. Þetta virðist að verið í ólestri. Nú síðan þakka ég Sigríði fyrir gott erindi, annað var það ekki. Takk fyrir þetta. Við skulum bara svara jafn harðan. Ég skildi þannig að það er fyrst og fremst beint til Sindra. Gjörðu svo vel. Já, ég þakka kærlega fyrir þessa spurningu. Það er þannig að við höfum verið alveg frá því mars og Þorgerður Katrín kom inn á það í sínu ávarpi hér að eiga samtal við stjórnvöld hvernig megi leysa þessa stöðu sem upp í sauðfjárræktinni. Heyrið í mér svona án þess að ég noti þetta. Og það er bara klárlega þannig að við munum bara leið og kosningar búnar og það komin stjórnvöld fara þess á leit að hefja strax viðræður. Það er búið að ræða þetta mjög mikið, það er skilningur, hefur verið skilningur hjá þeim stjórnvöldum sem nú að fara frá að það þurfi að taka þarna á málum. Það menn hafa ekki verið alveg sammála hvaða leiðir séu bestar í því. Uppleggi hjá okkur hefur alltaf verið í þessu. Við þurfum að taka á byrðunum, við þurfum að finna einhverja leið til þess að hafa annað sveiflujöfnun eða eitthvað inngrip í markaðinn svo að sé hægt að bera sameiginlega ábyrgð á þeim útlendingi sem þarf að fara fram núna. Við leggjum líka áherslu á það að það séu einhverjar lausnir til fyrir þá sem að vilja stíga upp á búskap. Það eru margir sem væru tilbúin til að taka þá ákvörðun strax, eru mögulega að hugsa það á næstu árum. Við viljum að samningur sé til dæmis nýttur til þess að auðvelda þeim að taka slíkar ákvarðanir. Við viljum líka horfa til þess að slíkt verði ekki til þess að það verði eitthvað byggðaröskun, meðal annars mögulega auðvelda nýliðun með þessu og við vonumst til þess að það sé áfram skilningur á því að það sé hægt að auka við stuðninginn til sauðfjárbænda núna tímabundið til þess einmitt að bæta þeim upp þetta gríðarlega tekjutap þannig þeir geti borgað ábyrgð sinn og rúlluplasti. Þannig að við munum fara strax í þetta og leið og komin ný stjórnvöld og þetta er nú það verkefni Valgerður sem við erum búin að vera að fást við núna í hálft ár þannig að það búið að vera mikið undir í þessu. Takk fyrir þetta Sindri. Fleiri spurningar úr sal? Kannski rétt að með þau hugsaðu ykkur þá langar mig bara að beina til þröstara því að það nú verið stilt upp svolítið skógrækt og sauðfjárbúskap sérstaklega svona sem andstæðum og sé nú einhverjir svona sömu mennirnir í þessu hvort tveggja en sauðkindin er helsti óvinnur trjána og alls lífríkis á jörðinni í sumra huga en áhugavert þetta með haga skógræktina mér langar að spyrja af því að þekki ekki til hversu langt þetta er komið hversu mikil reynsla er komin á haga skógrækt eða beitarskógrækt og hvernig er hún?
Já, það sem að þakka fyrir. Sko, fyrst góðar girðingar gera góða granna. Það er bara mjög einföld tæknileg lausn sem að leysir öll vandamál skógræktar og sauðfjárræktar, það eru girðingar. Þetta kostar pínlítið og það þarf að halda þeim við en sko tæknin hefur verið vel þekkt í þúsundir ára. Það sem að gerðist þegar skógræktin var til í fyrra við samruna Skógræktarríkisins og landshlutaverkefnina í skógrækt var að verkefnið Skjólskógar á Vestfjörðum kom þar inn og við tökum þeirra verkefni fengum þeirra verkefni í arð. Meðal þess sem að skjólskógar hafa alltaf verið að stunda alveg frá upphafi þess verkefnis fyrir aldamót var að samþætta skógrækt og annan búskap svo sem sauðfjárrækt. Mjög gott dæmi þetta er á Höfða í Dýrafirði. Hjá Sighvati bónda þar. Hann hefur ræktað hagaskóg á mjög stóru svæði. Hann er aðalega með kýr núna, en var með kýr og kindur áður, mest kúabóndi. Og hann notar þennan skóg sem bithaga fyrir sína kýr. Hvort tveggja eru náttúrulega jórturdýr og kýr og kindur eru sólgnar í samskonar tré. Hann hefur fundið það út að það þýðir ekkert að rækta víði í hagaskógum af því að hann er bara étinn eða börkurinn nagaður og ösp, hún er líka étinn. En lerki hins vegar er bara mjög ágætt. Kýrnar láta það eiginlega alveg í friði. Og það er annar skógfræðingur og bóndi á Lóni í Keldukörfi sem hefur verið að rannsaka þetta. Hún Gugga, Guðríður Baldursdóttir, Baldvins fyrirgefðu, þeir heita ýmis Baldur eða Baldvin þannig í kynninni. Og fótt annað. Hún hefur verið að rannsaka þetta líka og komist að sömu niðurstöðu að með réttri stjórn, það er að segja, hafa kindurnar ekki of lengi á svæðinu, þá er hægt að nota lerki í hagaskóga en síður birki, það er vilja frekar éta birki. Þannig að það er komið talsvert reynsla á nýtingu hagaskóga og hún við erum að læra þessu og hún er nokkuð góð. Vissulega þarf alltaf að friðaland í upphafi á meðan plönturnar eru litlar. En þær þurfa ekki að vera orðnar mikið hærri en svona 2 metrar áður en að hægt er að hleypa skepnum inn og með því að gróðsetja gísið og gera bara ráð fyrir að verði hagaskógur að þá er hægt að gera þetta fyrir ekkert svakalega mikið pening og hægt að gera þetta á talstóru svæði og það kemur að því þegar framlíða stundir að það er hægt að hafa afurðir af trjánum líka, selja timbur, selja kurl og eldi við eða hvaða nú er sem að við vilja gera. Þannig að ég tel að við sem alveg búin að sýna fram á þennan möguleika en þetta þarf lækni, það þarf að vinna við þetta gerist ekki sjálfur sér. Takk fyrir þetta kærlega, þetta verður eitthvað sem verður fróðlegt að fylgjast með í framtíðinni. Fleiri spurningar úr sal? Gjörðu svo vel. Halló, komið sæl, Ingibergur Guðmundsson heiti ég, takk fyrir fróðlega erindi. Við langar til að spyrja Eggert, hvað þarf meðal bú mörg kilowött og ekki hefur einhverju tölu um það hvað myndi kosta að virkja læk sem að myndi fullnægja eftirspurn búsins eftir rafmagni. Og í öðru lagi þá langar mig að spyrja Þórildi, er einhver tölu til virðisauka við það að fara frá því að selja kindina í sláturhúsið eða að koma henni beint á markað til neytenda? Takk. Hörru, takk fyrir þetta voru áhugaverðar spurningar og tvær, við byrjum að þér Eggert. Já, takk fyrir þetta. Þú þarft kannski svona cirka 30 kilóvatta rafstöð til þess að vera bara öruggum með rafmagn. Og kostnaður, það er í raun og veru bara þannig að það fer allt eftir aðstæðum á hverjum stað, hvað kostar á hverjum stað að gera virkjun. Þannig ef að menn eru að velta þessu fyrir sér,
það er bara að leita til fagaðila og skoða þetta og vita hvort að þetta er grundvöllur fyrir þessu. En hins vegar sko, ef ég má bæta aðeins við fyrir utan þetta, þá er það svolítið súrt, finnst mér í raun og veru, að menn sé að nýta landgæði eins og til dæmis í mín tilviki og landgæðin sem ég er að nýta þau eru að borga tapi af sauðfjárbúinu. Við verðum að nýting landgæða minni hálfu átt að vera til þess að gera mér lífið betra en ekki að borga tapið af sauðfjárbúinu. Þannig að vera með 400-500-600 kindabú, það áurinn voru að vera að standa undir rekstrarkostnaði og skaffa einhver laun. Ég veit af þessu vanda sem er til staðar en við verðum ekki að leysa þetta. Takk fyrir þetta, Eggert. Þórhildur, varðandi, ég virði sökan af því að nýta lambið með öðrum hætti? Já, ég er ekki með einar beinharða tölur með það, en þeir viðskiptavinir sem hafa komið til okkar hafa séð tækifæri því að selja bein til þess að geta þá uppfyllt þarfir neytandans, því að neytandin er tilbúin að borga frá bóndanum sama verð eins og út í búð, og þannig að með þeirri þjónustu sem að þeir geta þá veitt með því að fullvinna vöruna, að þá er í raun og veru bóndinn sjálfur að fá vinnuframlegið og laun fyrir vinnuframlegið sem hann leggur í að skapa þessa vöru. Takk fyrir þetta. Þetta kemur náttúrulega kannski að hluta til í staðin fyrir það að áður fyrir þá voru það náttúrulega yfirleitt bændur og búalið sjálfur sem að sáu slátrunina og hluta til úrvinnslu afurðanna, en það hefur væntanlega breyst mikið í sinni tíð. Fleiri spurningar? Ég kýsa, já. Sigur Árnason heiti ég. Það er kannski fyrst til Eggers, hann var nú ekkert að lýsa neitt svona frábæri stöðu af sauðfjárbúskapnum hjá sér. Þá dettur mér í hug að hann byggir virkjun í sínu landi í félagi við félaga sína á næsta bæ, ef ég skil þetta rétt. Hvernig gekk að fjármagna slíka framkvæmd? Og þá kannski einhverju leiti til Sindra og Haraldar varðandi svona stuðning og annað slíkt fyrir bændur til þess að fara í nýja starfsemi, hvort að það umhverfi sé í lagi, hvað megi bæta og eitthvað slíkt. Takk fyrir. Já, byrjum bara aftur á þér, Eggert. Já, það er raun og veru, við byggjum þessa virkjun 2005, við klárum að byggja 2005 og þá var nú öðruvísi staðan af fjármagnarmeldir núna, það var svona skrúa frá öllum krönum í böngunum sko, en við höfum eins og gengið, það er alltaf búið að vera efnahagslægð og á þessum tíma og allt þetta sko eins og það þekkjum, en eins og staðan í dag að þá endur fjármagnuð við virkjunina núna í vor. Ég byrjaði að vinna í því áramótin og kláraðist núna í vor og það við leitum til lífeyrissjóðs, Birtu lífeyrissjóðs og þarna ég var með vexti í banka á íslensku láni upp á 6,15% á plúsverðbæti segi. Við fórum niður í 3,85 vexti plúsverðbætur í þarna lífeyrissjóðnum og þetta er eiginlega fyrsta sinn sem lífeyrissjóðnum fara að koma svona inn í þessar minni vatnsaflsvirkjanir og ef hann líst vel á og þá ég var með stóttu kvaddur í vor með það frá lífeyrissjóðnum kvaddur með þeim orðum að ég ætti að láta það berast út að þeir varu tilbúinir ef þannig verkefni koma inn. Þannig að það munar rosalega miklu á vöxtum og það munaði þessa virkjun 7 milljónir ári bara þessi breyting á vöxtan. Takk fyrir þetta og hitt var það ekki varðandi fjármögnun á nýsköpun eða uppbyggingu yfir höfuð í dreifbýli og landbúnaði sérstaklega. Haraldur, vilt þú byrja? Já, ég ætla að Sindri það svara þessu. Já, takk fyrir þetta Sigurður.
Já, ég tók svo alvarlega tilmæli ráðuneytisstjórans, ég þorði næstum ekkert að tala um pólitík þegar ég flutti mitt erindi og þar að leiðandi eðlilegt að vakna spurningar í framhaldi því að það er náttúrulega engan við tæmandi sem að ég náði að segja. Það sem að ég var kannski líka að reyna að segja, það væri alveg tímabært að reyna að losa svo við bara einföldum málið niður í það sem að við getum sagt, ef að þú átt 200 örgildi að þú getur þá samið að einhverju árabili þá fari tekjurnar af þeim örgildum til þess að greiða niður stofnkostnaði virkjun eða búið til leikjarhlöðu eða hvað það er sko. Þetta er í fyrsta lagi. Öðru lagi að opna fyrir það að það sem ég kallaði landbúnaðar þróunarsjóð Byggðastofnunar eða efla Byggðastofnun í því verkefni að geta orðið ísbrjótur í að lána til uppbyggingar lögbýlum og þá ætla ég að segja að það er kannski ekki sjálfstætt markmið að gera Byggðastofnun að öflugum banka eða fjárfestingabanka í dreifbýli heldur að geta þá orðið það afl sem að færi þá almenna bankakerfið út í sveitinnar til þess að takast á þetta verkefni. Nú í þriðja lagi þá höfum við heilmikið spáð í starfsumhverfi ef við höldum okkur við búgreina Eggerts, starfsumhverfi smávirkjana og kannski þörfin fyrir að endurskoða starfsumhverfið og laga umgjörðið í kringum þar þannig að það geti orðið samstarfsfjármögnun á milli þeirra sem að vilja fjárfesta í raforkuframleiðslu og bændana sem eiga jarðirnar og eiga þessi landgæði, en lagumhverfið tryggi þá það að arðurinn af þessu verði heima á jörðunum og það átti ég náttúrulega að segja í mínu erindi. Allt sem við erum að segja geti breytt, allar þær stoðir sem við viljum standa á og styðja eiga allar að miða við það að það sé eingöngu til virðisaukandi starfsemi á bújörðunum sem slíkum. Þetta var svona í aðalatriðum sem að ég get svarað þessari fyrirspurn. Takk fyrir þetta, Kjalla Haraldur. Ég veit ekki hvort það var mismælið og kallaði mér ráðuneytisstjóra eða hvort ég átt túlkað það sem atvinnutilboð eða þú verður landbúnaðarráðherra að kosningum loknum. Við getum að ræta það. Nákvæmlega, þau virka. Sindri, vilt þú bæta einhverju við í sambandi við þetta? Já, ég vil endilega fá að koma aðeins inn á þetta. Það fyrir hrun þá gekk mjög vel með fjármögnun í landbúnaði og það voru kannski fyrst og næst þá tryggingarnar sem voru það háar að menn litu svo á að það væri óhætt að lána bændum þó nokkuð háar upphæðir, en við þekkjum dæmum það og Harald var nú formaður samtakana þegar hruni gekk yfir og þá sátu upp með það að það voru fjölmörg bú sem voru farin að skulda 5-6-falda veltu sín og það var ekki góð staða. Þannig að það var heilmikið lagt upp úr því á bændasamtökunum á þessum tíma að menn horfðu til virði rekstrarins og það er svona svolítið staðan sem við erum búin við í dag. Við hvetjum til þess að það sé horft til virði rekstrarins þegar verða lána til landbúnaðar, en það er hins vegar orðið þannig í dag að það er svona ýmsar blikur á lofti varðandi fjármögnun þó hún almennt gangi vel. Þá veitum við dæmum það að til dæmis bóndi sem hafði hug á því að auka verulega við sína framleiðslu á svínakjöti og fari framkvæmdir við það, fékk ekki fjármögnun og það var út af pólitískum ástæðum eða óstöðuleiki hvað var það pólitík og þá fyrst og fremst nefnt þessi nýji tollasamningur sem mun hafa mikil áhrif á svínuræktina og eins óvissa varðandi hráakjötsspannu og ýmislegt og þetta er svona í fyrsta sinn sem við erum farin að heyra að svona þættir séu farnir að hafa áhrif á fjármögnun. En eins og Haraldur kom að sinna og þá held ég að sé mikilvægt og það er þannig og hefur verið alla tíð að það er mun auðveldar að fá lán ef þú býð nær höfuðborgarsvæðinu á Suðurlandi og Vesturlandi, jarðaverð almennt hærra þar og það er auðveldar að fá fjármögnun þegar að lengra kemur og menn eru komin svona á jaðrana þá er þetta aðeins erfiðara. Þess vegna held ég að sé mikilvægt að stjórnvöld fá í Byggðastofnun til þess að skoða þessi mál sérstaklega, þeim verði veitt einhverju fjármunir til þess að geta haldið utan það að veita fjármuni og lán þegar við erum komin svona lengra frá og það sem að menn lendi í erfiðleikum með þetta. Þannig að ég
held að það sé mjög mikilvægt. Má ég koma með eina spurningu? Ef hún ekki erfið. Ég langa að spyrja Jóhannes, sem var mjög áhugavert erindi á honum, að það ég kem víða það sem að menn hafa ágjör af því hvað hefur svona fækkað í sauðfjárbyggðunum, og það sé orðið erfiðar með fjallskil og smalamennskur, og þetta er mjög algengt að menn sé að velta þessu fyrir sér. Í ljósi allra þessar tækni telur þú ekki raunhæft að við getum kannski séð fram á það á næstu árum að þú getur einfallega að boða til þín viniðina í leikjahönnun og þið getur sest bara í hlöðunni heima með sikk og hvert skjáin fyrir fram að sig og farið svo með drónan og séðum að smala og þá fáið sem sagt flest stigða sem kemur mest til byggða og mann fáið refsistigða menn skilja eitthvað eftir og með verða smalariður og svona. Er þetta ekki raunhæft? Er þetta ég lífræði tölvuleikur þá? Þetta Já, þetta kannski ekki fjara lagi. Sko, það var nú bara ég fór nú suður daginn í Reykjavík hitting hjá tölvuleikiðinaðinum og það fyrsta sem við fórum að tala var þetta með daginn þar undan það hefði verið að smala. Hefði verið upp á hálsi og að smala. Og að sjálfsögðu þá þegar ég kom hana suður þá fór ég að spjalla við aðra tölvuleikihönnuði einmitt smalamennsku og hvernig var þetta að tvinna þetta saman. Og þá fórum við að tala drónana. En það voru margir hana með góða þekking á drónum og fórum að pæla í svona hvort það væri að nýta þetta. Hins vegar datt okkur ekki í hug þarna það sem þú segir að búið til leikur þessu. Og þá allt í einu fæ ég hugmyndinu það sko að þeir þyrfti ekki einu svona að vera hérna á svæðinu. Við getum bara búið til fjölspilunarleik svolítið eins og EVE Online, íslenski leikur hjá CCP, þar sem hundruður manns spila leikinn og stýra gameskipum allan daginn, alla daga vikunar. Liggur við full vinna hjá fólki að spila töluleik. Ég sé fyrir mér að staðan fyrir að stýra gameskipum þá stýraði drónum og vera að leita kindum. Þannig að þetta er svolítið svona svipað eins og með þróunin í mörgum vinnum núna eins og til dæmis með Uber bílaþjónustuna og fleira þar sem að maður er að dreifa sig yfir á almenning. En við getum bara að dreifta sig yfir á hundruður manns, þúsundir manns. Hver og einn getur stjórnað kannski dróna í 5 mínútur og redda bara vandamálunum upp á hálendinu. Þannig að það þurfum við ekki lengur að plata vin og vandamenn í göngum með okkur. Við höfum bara dróna. Svo getum við sitið bara rólega heima. Maður sé fyrir sig að þetta verður rosalegt þegar það fyrir að renna smalabrjálaði á fólk og kaffihúsum út allan heim. Þetta verður þakkalegt. Já. Þetta er skemmtilegt, er kannski bara rétt smá til viðbótar í sambandi við fjármögnun á verkefnum til sveita. Það hefur stundum verið erfitt. Þekkið dæmi það að koma mönnum annar staðar en á landsbyggðinni í skilningum gildi þess að setja peningi í ákveðna hluti. Góðu vinur með sauðfjárbóndi reyndar lenti því fyrir mörgum árum að hann sótti hjá Nýsköpunarsjóði styrk til þess að fara í ánamaðkarækt og honum var hafnað sem kom kannski ekki óvart nema það að honum var hafnað þeim forsendum að það var ekki fordæmi fyrir þessu. En þetta var notabene Nýsköpunarsjóður. Þannig að vandamálin eru ærin eins og eitthvað sagði. En ef það er ekki fleiri spurningar, við tólkum það alls ekki sem áhugaleysi, miklu frekar bara vegna sem til marks með það sem að ég fullyrði að erindin voru ítarleg og fróðleg og góð, öll sömul og við erum margs fróðari framtíð landbúnaðar hér á Norðurlandi vestra. En áður en við förum þá er það svona one for the road, eins og sagt er á góðri útlensku. Það eru svona lögléttar veitingar að ég held alveg örugglega landbúnaðar tengdar í salnum við hliðina. Þannig að það ég ætla vonandi að sé ekki eitthvað innpulfuð pasta ógeð fyrir ekki nú var komin í ham eftir þessu umræður. En þar getum við haldið umræðunum áfram smá stund áður en við leggjum í hann sem að það er langt að fara allavega. Ég vil þakka öllum frummælendunum og kærlega fyrir þeirra góð erindi og ykkur öllum hinnum fyrir þáttökuna og ég þakka sjálfur fyrir bara þar heiður að fá að taka þátt í þessu dag og fyrir hönd samtaka sveitarfélaga Norðurlandi vestra þakka ég bara ykkur fyrir góðan dag og gjöru svo vel og fáið ykkur á öllum sortum.
Takk.